Góðan og blessaðan daginn og verið öll hjartalega velkomin í sumarmessu í Garðakirkju á Álftanesi á þessum fallega Drottins degi. Sumarmessurnar eru samstarfsverkefni kirkna í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi. Mjög góð aðsókn hefur jafnan verið í þessum messum í sumar eins og sýnir sig í dag. Ég heiti Sighvatur Karlsson og er prestur í Hafnarfjarðarkirkju. Organist er Kári Þormar og félagar úr Kantuskór Hafnarfjarðarkirkju leiða sönginn, meðhjálpari er Einar Björgvinsson. Að lokinni messu söfnumst við saman í hlöðunni í Króki sem er hér á næstu lóð og þiggjum léttar veitingar, en maður er manns gaman. Þar hlýðum við stund á gamanmál og söng Hafnfirðingsins Ásgeirs Páls Ágústssonar sem mun væntanlega fara þar á kostum eins og svo oft áður þar sem hann hefur komið fram. Þið eru flest með gula skrá í höndum sem ég bið ykkur að glugga í og svara með viðeigandi hætti, en skráin skýrir sig sjálf og svo hvet ég söfnuðinn að taka vel undir í sálmasöng. Í upphafi messunnar skýr ég barn sem er mikið fagnaðarefni og við bjóðum það hjartanlega velkomið í kirkjuna okkar. Og nú skulum við taka sálmabókin í hönd og fletta hér upp á upphafsbæninni hér fremst í henni. Og við skulum signa okkur í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Og við skulum lesa saman þessa fallegu upphafsbæn. Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú drottin Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mín og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og nú flettum við upp í sálmabókinni á sálminum Ó blíði Jesú, númer 357. Já, við syngjum fyrstu 2 versin á undan og 3. versið að lokinni skýrð.
Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum. Heilög ritning segir, sjáið hvílíkan kærleika Guð Faðir hefur auðsýnt oss, að vér skulum kallast hans börn. Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist hefur elskað oss að fyrra bragði. Svo elskaði hann heiminn að hann gaf engason sinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jesús Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann tekur oss að sér í heilagri skírn að vér verðum hans eign og börn vors himneska föður í eilífu ríki hans. Heyrum nú vitnisburð Guðs orðs heilaga skírn. Jesús segir, allt vald er mér gefið á himni og jörðum. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Heyrum ennfremur þessa frásögn. Menn færðu börn til Jesú að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesú sá það sárnaði honum og hann mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og hann tók börnin sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Nú skulum spenna greipar og leiði okkur öll í bæn. Almáttugi Faðir skapari vor, vér þökkum þér það undur sköpunar þinnar, sem þú hefur leyft oss að reyna og sjá í þessu barni. Þá dýrmætu gjöf sem þú auðgur oss með og það traust sem þú sýnir oss. Veit hjörtum vorum og höndum hlýju og alúð, styrk og festu að vér getum annast það vel og miðla því af kærleika þínum. Vér færum þér það í trausti til fyrirheita þín og biðjum, veit því fyrirheit skírnarinnar, gef því heilagan anda að hann veki og glæði allt gott sem þú hefur fólkið í sáli þess. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Amen. Hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina eilífi Guð, send anda þinn yfir þessa skírnalaug, svo að sem í upphafi þú skapaði ljósið og lífið með orðið þínu og andið þinn sveif yfir vötnunum. Fyrir Jesú Krist sé þér heilagi Faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð aldir alda. Amen. Gjöru svo að rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni vill endurfæða þetta barn til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Játum öll saman trúna sem vér kristni menn erum skírðir til. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu ein, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Drottinn varðveiti inngöngu þínu og útgöngu héðan í frá og að eilífu, meðtak þú tákn hins heilaga kross bæði á ennið þitt og brjóst. Til vitnisburður að hugur þín og hjarta á að helgast fyrir trúna á hinn krossfest og upprisna Drottinn Jesú Krist. Hvert er nafn barnsins? Óliver Breki. Drottinn Guð, Faðir vor, þú kallar oss með nafni og gleymir oss aldrei, ritað þú nöfn þessa barns, Óliver Breki, í lífsins bók og lát hann aldrei villast frá þér. Óliver Breki, ég skýri þig í nafni
Föður, Sonar og heilags anda. Almáttugur Guð, Faðir drottins vors Jesú Krist, sem nú hefur endurfætt þig fyrir vatn og heilagan anda, tekið þig í ríki síns elskaða Sonar, þar sem fyrirgefning syndanna, líf og sáluhjálp. Hann styrki þig með náð sinni til eilífs lífs, friður sé með þér. Hefur ekki öll að taka undir þessa friðarkveðju með því að segja Amen. Amen. Biðjum öll saman fyrir Oliver Brekka, bænina sem Drottinn hefur kennt oss, og ég ætla að leggja til að skírnarvottarnir leggi hönd á höfuð Oliver Brekka undir faðir vorun. Og biðjum nú faðir vorið fallega saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Blessun almáttugs Guðs, Föður og Sonar og heilags anda sé með þér. Góð systkin, þér eru votta þess að Oliver Breki Einarsson nú skírður í nafni Föður, Sonar og heilags anda. Og með því lögð svo ábyrgð á yður ástunni hans að ala hann upp í ljósi fyrirheiti skírnarinnar, kenna honum að elska hann, að elska Guð, tilbiðja hann, varveita orð hans á sakramenti og þjóna náunganum ekki síst í kærleika. Og nú ætla ég að biðja annan skírnarvottinn að sækja ljósið. Þú komið hérna á altarið, kjarni. Þar sem hið eilífa ljós að finna. Og færa föðurnum. Já, takið við þessu ljósi, það sé yður til merkis hið nýja líf sem Oliver Breki Einarsson hefur nú fæðst til við þessa skírnarlaug. Jesús segir, ég ljós heimsins. Hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu heldur hafa ljós lífsins. Og oss segir hann, þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsir ljós yðar mönnunum til þess að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem í himnunum. Látið ljósið minnaður á þetta. Kveikið á því þið biðið með eða fyrir Oliver Brekka. Og hvenær sem þér hafið tilefni til fyrirbænar eða þakkargjörðar. Guð veiti yður náð sína. Amen. Og ég kem færandi hendi eins og svo oft áður af þessu tilefni. Skírnarvottarnir fá hér plagg frá kirkjunni. Ykkar hlutverk að vaka yfir Oliver Breka í bæn og fylgjast með því að hann sé alinn upp í ljósi kristinnar trúar. Og svo þætti mér og kennilíð og ykkar fólki gaman að sjá við þið kæmi einhvern tíma með hann í sunnudagaskólan. Því að sunnudagaskólinn svona útrétt hönd kirkjunnar til skírnar foreldra og barna. Þar sem kirkjan vill hjálpa ykkur í trúarlegu uppeldi barnsins. Og þið fáið hér skírnarvottorð og kveðju frá kirkjunni. Nú máttu bara, ég hef ekki að syngja kannski núna þriðaversið, áður en þið takið ykkur sæti.
tökum við sálmaskrána í hönd og höldum áfram messunni. Hér er að finna miskunnarbæn og víxlestur og sem skýrir sig sjálf. Og við hefjum lesturinn. Því að hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát mig heyra miskunn þína að morgni dags, því að þér treysti ég, vísa mér veginn sem ég skal halda, því að til þín hef ég sál mína. Því að hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Kenn mér að gera vilja þinn, því að þú ert Guð minn, þinn góði andi leiði mig slétta braut. Því að hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Þá rísið á fætur og við skulum syngja dýrðar sönginn. Fá okkur sæti. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Sæll er sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður sem Drottinn tilreiknar ekki misgjörð og ekki geymir svik í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn stundi ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsþróttur minn þvarr sem í sumar breiskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og duldi ekki sekt mína, en sagði, ég vil játa afbrot mín fyrir Drottni, og þú afmáðir syndasekt mína. Bið ég þig þess vegna sér hver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vatnsflóðið komi, nær það honum eigi, þú ert skjól mitt, verndar mig í þrengingum, bjargar mér, umlykur mig fögnuði. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkar gjörð. Og síðari ritningalesturinn er að finna úr fyrsta bréfi Jóhannesar hinu almenna. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesús sonar hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýr sé þér Drottinn. Þá tökum við sálmabókina í hönd og syngjum númer 474, Lofsyngi Drottni, 474.
Guðspjalli skrifar guðspjallamaðurinn Lúkas gjöru til að rísa á fætur. Farisei nokkur bauð Jesú til máltíðar og hann fór inn í hús fariseans og settist til borðs. En kona ein í bænum sem var bersyndug varð þess vís að hann sat að borði í húsi fariseans. Kom hún þá með alabastusk buðk með smyrslum, nam staðar að baki Jesú til fóta hans grátandi, tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kyssti þá og smurði með smyrslunum. Þegar fariseinn sem hafði boðið honum sá þetta, sagði hann með sjálfum sér, væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík sú kona sem snertir hann, að hún bersyndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það, meistari. 2 menn voru skuldugir lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara, en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp skuldina. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt, en síðan sneri hann sér að konunni og sagði við Símon, sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðið þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Síðan sagði hann við hann, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðs voru með honum að segja með sjálfum sér, hver sá fyrirgefur syndir? En Jesús sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Eigum við að syngja trúarjátningarsálmið þó að við höfum farið með trúarjátninguna? Já, við gerum það bara. Já. Og við stöndum áfram, það sem sagt númer 546. Já, og hann líka á blaðinu. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í sumar gekk ég 5 daglegðir eða 120 kílómetra frá Sarria á Spáni til Santiago de Compostela á Jakobsveginum svonefnda með lærðum og leikum í Kjalarnes prófasdæmi. Í Santiago de Compostela að finna dómkirkju Jakobs postula
Jesú Krists. Hitinn var óbærilegur fyrstu 2 dagana en þægilegri síðustu 3 dagliðirnar. Fætur mínir urðu fljótt sárir vegna þess að byrði mín var of þung. Það var allt of mikið í bakpokana mínum. Ég missti 3 neglur og fékk eina stóra blöðru á vinstra tábergið og eina minni á hægra tábergið, en ég lét mig hafa það að ganga áfram hvað sem það kynni að kosta hvað fótaheilsu mína varðaði. Ég fann til einkum í iljunum þar sem ég gekk í mínum takti, skref fyrir skref og virti fyrir mér gönguslóðan framundan og hugsaði alla pílagrímana sem ég fetaði nú í fótspor. Brekkurnar voru erfiðar en göngustafirnir gerðu þar sitt gagn. Mæðin tók aldrei völdin því að ég hafði undirbúið mig vel í heilt ár fyrir þessa göngu með göngutúrum heima fyrir á Kársnesinu og víðar. Fararstjórarnir huguðu að fótasárum mínum í lok hvers dags og bjuggu sárin. Og fyrir það er ég þeim óendanlega þakklátur. Á Jakobsveginum gekk ég líka mína innri göngu og hugsaði fjölskyldu mína og tengsl mín við höfund lífsins. Ég fylltist þakklæti í garð höfuðsmiðsins fyrir góða heilsu þrátt fyrir allt. Fjölskyldu mína og samferða fólk á lífsins vegi og kveikti á kertum í kapellum á vegferð minni og myndist meðal annars tengdadóttur minnar og sonar sem voru að reyna að eignast annað barn í nokkur ár. Það gladdi mig ósegjanlega mikið þegar heim var komið að ég var bænheyrður að þessu leyti, en hún gengur nú með annað barn þeirra og er þess vænst í heiminn í febrúar næstkomandi. Ef hinn hæsti höfuðsmiður himins og jarðar lofar. 3 vikum eftir ég kom heim fór ég til fótasnyrtifræðings eins og ég hef jafnan gert í nokkur ár. Hún vætti fætur mína með volgu vatni til að mýkja þá og hófst síðan handa við það sem hún gerir jafnan við fætur skjólstæðinga sinna. Mér finnst þetta svo notalegt alltaf. Þegar hún svo smurði fætur mína í lokin með smyrsli, þá kom sagan bersindugu konuna í huga minn sem við hugleiðum í dag í Garðakirkju, sem smurði fætur Jesú. Konan kom óboðin í matarveislu þar sem Jesús var gestur. Hún var haldin hjá Símoni farisea, en farisear voru íhaldsamir, strangtrúaðir gyðingar. Konan gengur beint til Jesú og fer að þvo fætur hans með tárum sínum og þerrar þá með hári síðum. Síðan kyssti hún fætur hans og smurði með smyrslum. Þessi frásögn er jafnan túlkuð sem táknmynd miskunnsemi, fyrirgefningu og æðruleysi kærleikans. Jesús svaraði gagnrýni gesta sinna á konuna með dæmisögunni skuldunautana 2 og benti á að þeim sem væri mikið fyrirgefið bæri að elska mikið. Frásögnin bersindugu konu í Lúkasar guðspjalli geymir djúpan, siðferðislegan boðskap og hefur verið óþrjótandi uppspretta innblásturs í listum og tónlist. Við tókum eftir því að farisían Símon dæmir hana í hljóði fyrir líferni hennar og efast að Jesús sé spámaður þar sem hann leyfir henni að snerta sig. Jesús svarar hugsunum Símonar með dæmisögunum lánveitanda sem átti 2 skuldunauta. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Þar sem hvorugur gat borgað gaf hann báðum upp skuldindar. Og Jesús spyr Símon hvor muni elska lánveitandan meira og Símon svarar réttilega sá sem hann gaf meira upp. Og Jesús hann ber saman framkomu Símonar og konunnar. Símon sýndi ekki hefðbundna gesturisni. Hann gaf ekki vatn á fætur Jesú, kyssti hann ekki, smurði ekki höfuð hans. Konan hins vegar þvoði fætur hans með tárum, þerraði þá með hári sínu, kyssti þá og smurði með dýru smyrslni. Kjarni boðskaparins er þessi: kærleikur og fyrirgefning haldast í hendur. Konan sýnir mikinn kærleika vegna þess að hún skynjar og þiggur mikla fyrirgefningu. Boðskapurinn snýst að auðmýkt og iðrun opni dyrnar að náðinni,
á meðan sjálfshól og dómharka eins og hjá Símoni byrgja sín á eigin galla. Í listasögunni hefur þessi frásögn oft verið dregin upp sem dramatísk andstæða milli hins veraldlega ríkidæmis og hinnar andlegu auðmýktar. Konan er mjög oft sýnd á hnjánum við gólfið sem undirstriknar undirgefni hennar og iðrun. Og þar sem ég sjálfur er að máli í frístundum, þá hef ég áhuga því að segja frá því hvernig listamenn hafa túlkað þessa frásögu. Listamenn eins og Peter Paul Rubens, Rembrandt og Paolo Veronese máluðu glæsilegar stórar veislusenur þar sem tveir ólíkir heimar mætast. Rembrandt lagði áherslu á ljós og skugga til að draga fram tilfinningaþrungið svipbrigði konunnar gegn dökku og rannsóknarfullu augnaráði faríseana. Í vestrænni listhefð var bersinduga konan aldir oft samsömuð Maríu Magdalenu, þótt texti Biblíunnar segir það ekki beint. Hún er því oft sýnd í listgreinum með alabastuskrukku sem táknar sítt, laust hár sem merkjum iðrun og fyrra líferni. Ég lærði á píanó þegar ég var drengur og síðan á Húsavík þegar ég þjónaði þar sem prestur en kann lítið fyrir mér í þeim efnum í dag. En ég hef alltaf haft áhuga á klassískri og kirkjulegri tónlist og hvernig hún kann að tengjast guðspjallstextum. Sagan og stefið iðrun konunnar hafa hljómað í kirkjutónlist og óratórium öldum saman. Á barokktímanum sömdu tónskáld á borð við Heinrich Schütz og Marc Antoine Carpentier verk sem byggðu beint á þessum texta Lúkasar guðspjalls. Til dæmis Dialogus textum Evangelii Kona. Tónlistin notar ofta lágar harmarænar nótur fyrir grátkonunnar en tæra og uppliftandi tóna þegar Jesús segir syndir þínar eru fyrirgefnar. Í söngleiknum Jesus Christ Superstar eftir Andrew Lloyd Webber er þetta stef mjög áberandi. Þar tekur María Magdalena hlutverk konunnar sem smyr Jesú með dýrum smyrslum í laginu Everything's All Right. Júdas gagnrýnir eyðsluna eins og lærisveinarnir og farísearnir gerðu í guðspjöllunum, en Jesús verndar hann og segir að hún hafi gert gott verk. Frásögnin af bersindugu konunni lifir vegna þess að hún snertir algild mannleg stef, skömm, dómhörku samfélagsins, en jafnframt vonina nýtt upphaf og skilyrðislausa vernd. Í dag var Oliver Breki Einarsson borinn til skírnar í þessari fallegu kirkju á Álftanesi, Garðakirkju, sem mér skilst að fagni 60 ára afmæli þessa mundir ef ég man rétt. Ég sagði áðan að kjarni boðskapar guðspjallsins væri að kærleikur og fyrirgefning haldast í hendur. Það sýnir sig einnig í skírninni, því að þá tekur Guð með náðaríkum hætti okkur að sér sem sín börn og þekkir okkur upp frá því með nafni. Í því er mikill kærleikur fólginn. Vatnið sem ég jós Oliver Breka með táknar að hann er skírður til þess lífs sem aldrei visnar og aldrei deyr. Að því leyti er vatnið mjög máttugt tákn náð Guðs í okkar garð. Það er komið að niðurlagi ræðunnar. Á vegferð okkar í gegnum lífið eigum við skírnarþegar fyrirgefningu Guðs vísa. Þegar okkur verður á í messunni og skömmustu tilfinningin gagntekur okkur stund. Þegar við minnumst þá kærleika Guðs í okkar garð, þá finnum við til auðmýktar og þakklætis fyrir skilyrðislausa vernd Guðs í okkar garð að þessu leyti. Á vegferð okkar í gegnum lífið er því hollt að ganga líka Jakobsveginn hið innra og hugleiða tengsl okkar við skapara himins og jarðar og þakka honum fyrir allar góðar gjafir í okkar garð fyrr og síðar. Og svo mæli ég með því að lokum að allir kirkjugestir panti sér fótsnyrtingu. En það er mikil heilun í því fólgin að láta góða mannesku með hjartað á réttum stað sinna fótum sínum.
Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var frá upphafi og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri kveðju. Náð Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með yður öllum. Amen. Gjörið svo vel fá okkur sæti og nú tökum við sálmabókina í hönd og syngjum númer 485, Lofið vor Drottin. Biðjum Drottinn Guð, himneski Faðir, við heiðrum þig og tignum þitt heilaga nafn. Heyr bænir okkar þegar söfnuð þín kemur saman til að lofa þig og þakka allt sem þegið hefur verið úr hendi þinni. Vernda og blessa kirkju þínum víða veröld, blessa þá sem boða þitt orð, presta og djákna, kristni boða og alla sem bera þér vitni í orði og verki. Styrk þá sem ofsóttir eru vegna trúarinnar á þig. Guð, hjálpa okkur að mæta syni þínum Jesú Kristi sem kemur til okkar með sannleik, þeim sem hlusta, með lausn þeim sem í fjötrum, með gleði og von þeim sem bugast, með huggun þeim sem syrgja. Til þín sem ert ljós okkar og líf hrópum við. Blessaður sért þú sem kemur í nafni Drottins. Já, heilagi Guð, við biðjum þig að varðveita og blessa samfélag okkar og þau sem búa í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi. Vertu með þeim sem gegna ábyrgðarstörfum í þágu lands og lýðs, vak yfir forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi, sveitastjórnum og dómstólum, blessa þau öll sem fara með vald og gef þeim anda, visku og speki.
Guð, við biðjum fyrir umhverfi okkar, láði og legi. Mynd okkur á að fara vel með jörðina, gef okkur hverju einu meðvitundum ábyrgð á eigin lífsstíl og nær umhverfi svo að við getum að virðingu gengið sköpunarverk þitt. Og megum við minnast ábyrgðar okkar sem við berum í allri umgengni við sköpun þína. Guð allrar huggunar, við biðjum fyrir öllum þeim sem ganga með sár, sem ekki geta gróið, fyrir öllum þeim sem troða marvaðan eða kafa í djúpið í leita perlum. Ver með þeim hvert stigið skref og umvef þau kærleika þínum og náð. Guð, við treystum því að þú gleymir okkur ekki, þótt við í amstri dagsins gleymum þér. Hjálp okkur að muna eftir okkur sjálfum svo að við getum hlúðað öðrum. Veit okkur leiðsögn á lífsveginum og lát okkur aldrei villast frá þér, þú sem ert andleg uppspretta næringar og kyrrðar. Drottinn Guð, himneski Faðir sem af náð þinni hefur í heilagri skírn veitt oss inntök í kirkju þína. Við þökkum þér að þú hefur tekið Oliver Breka Einarsson sem var skírður hér í Garðakirkju í dag í söfnuð þinn og biðjum þig að varðveita hann í elsku þinni svo að hann vaxi að visku og náð hjá þér og mönnum. Hjálpa honum og oss öllum að halda skírnarsáttmálann og þjóna þér í sannri og lifandi trú fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Allar þessar bænir felum við svo í þeirri bæn sem að Jesús kenndi okkur og við förum fallega með saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Gjörðu svo lýs á fætur. Þökkum drottni og vegsum hann. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Setjast. Eða standa. Já. Og þetta hérna 246, nú gjaldi Guði þökk.
Ég þakka ykkur öllum fyrir komuna hér í Garðakirkju í dag og minni á samveruna í hlöðunni í Króki hér á eftir þar sem að Ásgeir Páll mun væntanlega fara á kostum. Þar verður boðið upp á kaffi og kleinur og maður manns gaman það ekki. Guð gefi okkur öllum góðar stundir. Eigum við að klappa fyrir Oliver Breka núna, svona í lokin? Og bjóðum hann hjartanlega velkomin í kirkjuna.